Í dæmi 22.15 eigum við að finna stærð horns A og lengd hliðarinnar BC í þríhyrningnum ABC og við höfum gefin hornin B og C og hliðina C. Nú við höfum gefin tvö horn, þannig að það er auðvelt fyrir okkur að finna þriðja hornið með því að nota hornasömu þríhyrninga. Við vitum að hornið A er þá jafnt og 180 gráður mínus 31 gráða mínus 24 gráður, en það er jafnt og 125 gráður. Hornið A er þá 125 gráður. Ok, þá erum við búin að finna hornið A og við höfum síðan að finna lengd hliðarinnar BC. Lengd hliðarinnar BC. BC er A, við sjáum að A er hliðin BC. Þannig að við ætlum nú að nota okkur það að samkvæmt sínusreglu þá er A deilt með sínus af A sama sem C deilt með sínus af C. Og við þekkjum hérna sem sagt eina hlið og hornið á móti. Þannig að við getum notað það til þess að finna óþekktu hliðina á móti horninu A. Nú við einangrum þá bara A út úr þessari jöfnu hér. Já, við getum sett inn í hana. Við beitum þá sem þetta hliðin A deilt með sínus af 125. Er það jafnt og hliðin C sem við vitum að er 12 deilt með sínus af horninu móti sem er sínus af 31 gráðu. Og ef við leysum þetta fyrir A þá fáum við að A er þá jafnt og 12 sinnum sínus af 125 gráðum deilt með sínus af 31 gráðu. Og samkvæmt vasareikninum þá er þetta það bil jafnt og 19,1. Þannig að við höfum þá fundið að hliðin A er jafnt og 19,1.